Bygging Garðskagavita hófst hann 11. júní 1944. Hann var reistur á tæplega 3 mánuðum af 10 til 15 manna vinnuflokki undir stjórn Sigurðar Péturssonar frá Sauðárkróki. Nýi vitinn var hafður lengra frá sjónum, en sá eldri til að forðast landbrot og særök sem gekk jafnan yfir gamla vitann og dróð þannig úr sýnileika hans þegar mest þurfti á að halda í lélugu skyggni. Slökkt var á gamla Garðskagavitanum frá 28. ágúst til 7. september 1944 og ljósakrónan og ljósgjafinn flutt yfir í nýja vitann. Gamli vitinn var aldrei lagður af, heldur endurbyggður og hætt að nota gömlu vitabygginguna og ljóshúsið. Nýja vitabyggingin var formlega vígð þann 10. september 1944 með útiguðþjónustu séra Eiríks Brynjólfssonar og byggingin var formlega tekin í notkun. Axel Sveinsson verkfræðingur var hönnuður hins nýja vita. Nýji vitinn á Garðskaga sívalu turn úr járbentri steypu með 20 cm þykkum veggjum, samtals 28,6 metrar með ljóshúsi og palli sem vitinn stendur á. Garðskagaviti því hæsta vitabygging landsins. Ljóshæð vitans yfir meðalflóðhæð á svæðinu 31 metri. Garðskagaviti frá 1944 var fyrsti stóri vitinn hér á landi sem var rafvæddur og útbúinn fjölmörgum tækninýjungum. Rafmagnspera var notuð sem ljósgjafi fyrir vitalinsuna og til vara olíukveiklampi úr gamla vitanum. Hann var með 2 kveikum sem brendi steinolíu. Rafmagnið var fengið frá vindrafstöð sem var sérstaklega sett upp fyrir vitan og knúði það rafmagn einnig snúningsbúnað linsunar. Árið 1946, 2 árum eftir að nýji vitinn var tekin í notkun, var vindrafstöðin lögð af þegar rafmagn frá veitu var lagt í garðinn. Fyrsta þekkta leiðarmerki var sett upp á Garðskaga árið 1848. Það var ljóslaust siglingamerki sem gert var á járnstöng sem sett var á grjótstöpul. 80 ára afmæli Garðskagavita var fagnað á Garðskagadögunum með dagskrá sem var í anda þeirra dagskrár sem flutt var við vígslu vitans fyrir 80 árum. Orðu vorra yngsta land, vort eigið land, vort fósturland, sem framgjans unglings höfuð há, þín hefjast fjöll við öldus lát. Þótt þjaki börn, með þungum ram, þrátt fyrir að, þú skalt samt fram, Á dimmum kvöldum magnað að standa hér undir vitanum og horfa á ljósgeislana snúast rétt eins og tannhjól í hringi. Því að ljós vitans slokknar ekki, heldur það hulið að hluta hverju sinni. Og þannig getur það verið með líf okkar. Við mætum skuggum sem hylja ljósið skammar hríð. En ljós lífsins logar stöðugt á sínum stað. Við vígslu þessa vita árið 1944 rifjaði Eiríkur Jónsson, þáverandi vitamálastjóri það upp, að fyrstu sagnir leiðarljós fyrir sjómenn á Íslandi hafi verið tengdar við kirkjur. Hann sagði frá því að honum hafi verið á það bent að til forna kringum árið 1200 hefði verið ákvæði að ljós skyldu loga í ákveðnum kirkjum allar nætur tiltekinn tímabil. Var þar að ræða kirkjur sem stóðu nálægt sjó og á þeim stöðum þar sem ætla má að sjófarendur hafi getað notið þeirra sér til leiðbeiningar. Í tengslum við þá staðreynd og í tilefni af hátíðahöldunum hér í dag verður útskála kirkja með fulla lýsingu í alla nótt. Frá upphafi hefur Garðskagaviti og forveri hans verið ómissandi leiðarljós fyrir sjófarendur sem siglt hafa hafið úti fyrir Reykjanesi. Árið 1944 þegar vitinn var byggður undir handleiðslu Axel Sveinssonar verkfræðings og síðar vitamálstjóra tók hann við af eldri vita sem hafði staðið í hættu vegna landbrots. Nýji vitinn, eins og Magnús kallar hann og
tíð hér, sem er eitt sá hæsti á landinu, hefur síðan þá verið traustur verndari strandarinnar og hefur margfalt aukið öryggi skipa og báta sem sigla hér svæðið. Viti er meira heldur en steinsteypa og jafnabendingar. Vitar eru fyrst og fremst ljós sem leiðbeinir sjófarendum í örugga höfn. Fyrir mörgum er ljósið ekki aðeins tæknilegt hjálpatæki, heldur einnig tákn öryggi, traust og von. Þrátt fyrir háan aldur hefur garðskaðaviti alltaf fylgt nýjustu þróunarsviði ljósa og siglingatækni, bæði með rafvæðingu hans og svo með endurbótum sem gerða voru árið 1960 og munum við á Vegagerðinni tryggja að svo verði áfram. Við erum ábyrg og rekum 104 vita á landsvísu og við erum með svona 4-5-6 starfsmanna ígildi sem sinnir því allan á sér hring. Það er bæði viðhald og eins náttúrulega rafbúnaðurinn sem að verða úreldur og gamall og við erum bæði að sinna í rauninu náttúrulega því sem bilar en eins líka endurnýja og skipta út og endurnýja búnaðinn. Við erum að byrja að ledvæða vita á Íslandi og smá saman mun það leysa af hólmi gömlu vélarnar sem að hafa knúið ljósin og rafvætt perurnar eins og það er í dag. Það voru vitaverðir allt í kringum landið fyrir ekki svo mörgum árum síðan en það er önnur saga í dag. Algjörlega. Við svo sannarlega erum með fólk sem vinnur fyrir okkur all land af því að við erum flest staðsett á höfuðborgarsvæðinu þannig að það er langt að fara langan veg og við ekki viljum við hafa ljóslaust lengi þannig að við eigum góða sem að sinna bæði því að kanna með stöður á perum og eins líka að vakta og láta okkur vita þegar það er orðið ljóslaust. Já, Garðskaðaviti sem er að fagna 80 ára afmæli í dag, hann ákvað nú bara að slökkva ljósið núna í vikunni. Peran kláraði svo skemmtilega í gærkvöldi og kveiknaði ekki á varaperunu einfallega vegna þess að það brann yfir mótor en því var kippt í liðin í morgun og hann logar skert í kvöld og næstu daga. Núna á 21. öldinni þá spyr fólk sig, eru vitar ekki bara orðnir óþarfir? Nei, þeir eru þannig ekki. Vitar eru öryggistæki ef annar siglingarleiðsögubúnaður er ekki virkur lengur og það gerist nú því miður að skip fá sér brot og verða kannski rafmagnslaus eða fjarskiptalaus þó vélarnir gangi áfram og þá er nauðsynlegt að hafa vitarljósin til þess að lýsa veginn. Það gæti raunni orðið alheimsvá og slökkt á GPS-kerfum? Til dæmis stríð líka og það er bara ákveðin vá að í stríði fari ríki og rugli staðsningakerfi og þá er mjög gott að hafa ljós og vita til viðmiðunar. Hversu stór er Garðskaðaviti svona í ykkar utanumhaldi? Sem betur fyrir hefur hann ekki verið þurfafrekur í viðhaldi eða rekstri og við höfum góðan og greiðan aðgang og höfum hér fólk sem hjálpar okkur til við að endurræsa eða kveikja á varaaflsvélinni sem er en hann er alltaf, eins og ég segi, einn af okkar lykilvitum og við viljum ekki að hann sé úti þannig að við sinnum honum eins vel og við getum. Hann lítur út eins og nýr? Já, hann er bara flottur og stendur sér vel á 80 ára afmælinu. Og þið eru að sinna gamla vitanum þetta líka, menn hann bara er ennþá að fá þjónustu þó að sé löngu aflæður. Já, okkur finnst náttúrulega bara þessi mannvirki skipta máli og þetta er bara ákveðin prýði og þetta er náttúrulega bara stórt merki hér í Garði og skipti máli að sé vel við haldið. Suðurnesjabæ eru 5 vitar og gerir aðri betur. Segðu, þið eru vitabærin, það er bara svoleiðis. Bjart er undir sól að sjá. Sé ég turna þína. Hér við skagan báran blá, brýtur knerri mína. Bjart er undir sól að sjá. Sér til vonar heima. Hér við skagan báran blá, bannar mér að dreyma. Bjart var undir sól að sjá. Sildi ég mínu flegi. Til þín flytur báran blá, brotin þótt ég degi. Garðskaðaviti, hann spilar stóra rullu í safnakostinum hjá ykkur á Garðskaði í rauninni. Já, hann spilar mjög stóra rullu
Og ekki bara hérna í safnkostunum á safninu, hann spilar mjög stóra rullu fyrir íbúa Suðurnesbæja og gestin okkar. Já, því að hér kemur svo mikið af fólki til að upplifa ljósið frá vitanum og heimsækja gamla garðskagavita. En svo ef ég má halda áfram, þá erum við líka afast ánægð og þakklátt fyrir þann stuðning sem við höfum til dæmis fengið frá uppbyggingarsjóði Suðurnesja. Við höfum fengið 2 nýsköpunarstyrki til að búa til vita og þar á meðal garðskagavita frá 1944. Og svo fórum við í samstarfi Braga Einarsson listamann og hann málaði vatnslitamyndir af öllum vitunum og við fengum leyfi til að gera kort og þetta til sölu hér á safninu. Minjagripur og bara góði gripir og fallegir veturinn að kveikja á vitakerti. Nýsköpunarstyrkurinn var til þess að gera kerti úr vitum, en ekki nokkur maður tími að kveikja á þessu kerti. Jú, það að gera kveikja á kertunum, þú farið bara nýtt. Þau gulna bara ef þau eiga að standa, það að segja þau sem eru hvít á litin en þau sem eru apsingul þá sér maður ekkert hvort þau gulna eða ekki. Jú. En þið að gera sögu lýðveldisvitans skil hérna á safninu ykkar? Já, við fengum styrk byggðasafn á Garðstað, fekk styrk frá safnaráði og þá til að gera sýningu sem heitir Lýðveldissýningin og þá settum við lýðveldisvitan, garðskagavita inn á líka því að hann ekki bara kallaði nýjvitin, hann líka kallaði lýðveldisvitin því að hann 80 ára eins og íslenska lýðveldi.